Kjartan, ef einhvern tíðan átti við að segja síndveiðin ekki gefin, var það þetta K líka? Já, þeir komu virkilega flottir út. Mikið hrós á hvernig K spila hann leik. Þeir gerða liði að láta okkur líða illa þarna í fyrri hálfleik og hittu þetta mjög vel. Og KJ Duché var mjög ítlurraðanlegur hérna framan að leik og var að svinhitta á stóri leikmenn þeirra, Friðrik, KJ og Lars voru 6 af 6 í þristum í hálfleikana. Þeir voru að fá góð skot og gera það vel. Og svo voru þeir að skipta öllu hinum meginn sem svona aðeins hægði á okkur og þetta er auðvitað bara þannig. Þú undirbýrð undir lið eins og við undirbyggum okkur undir K.R. með Alexa og Linnart. Það svona breytir aðeins svona dýnamíkinni bara í öllu og bara orkunni einhvern veginn í leiknum þegar þeir detta út og 9 menn koma gíraðir inn. En bara hrósa hvernig K.R. kom inn í leikinu. Svo tókst okkur svona tökum á sem varst með svona í öðrum leikluta og svo komum við mjög sterkir inn í þriðja og mér finnst það svona að hafa tóninn sem við vildum fá. Það er vantilega að fengið fregnir þar að snemma þetta að Linnart ekki með þig í gær, mögulega? Nei, reyndar ekki. Við vissum ekkert það. Ég þarf að rata á heimildamennina mína. Þetta var hægt í þessu. Alexa, þú veist vantilega núna fyrir leik, vantilega svona fengið eitthvað á leikmanni ykkar. Þráttur þjálfarinn hefur nú þurft að segja eitthvað við leikmannina til að mótivera. Já, þú veist ekki til að mótivera kannski, bara líka, þú veist, við vorum með ákveðin match-up og svona ákveðna hluti sem við vildum gera og svo bara, þú veist, allt í einu bara 5 mínútur eða 10 mínútur, 20 mínútur fyrir leika eitthvað, þú veist, whatever, þegar við fundum þetta út, flöttum þetta, þá komust aðeins og svo ég tali rétt mál þá, þú veist, aðeins að fara að hugsa hlutin upp á nýtt og svona huga öðru sem match-upum og svona og svo þurftum við aftur að tala saman í leiklífunum og aftur inn í hálfleik en svo kom þetta að lokum. En þú veist, svo líka detti Þorri út líka hjá þeim, sko, þannig að þeir voru laskar og gerðu bara ótrúlega vel. En aftanlandsliðið, þú ert að fá frammistöður í kvöld frá Sigurði Pétursinni, virkilega flottur fyrir þau, Adey Murky, hvernig er það borðið frá? Adey Murky, já, höfum það rétt. Það virðist svona, það verður ekkert lið unnið fleiri leiki heldur en þið í deildinni, en þeir virðist að fá framlag svona... Grindavík. Hafa þeir? Er ekki jafnir núna? Þeir spila á morgun? Já. Við erum búin að tapa tveimur. Tapa tveimur, já, þeir eru með 1 tap. En allavega, þeir eru að fá... Haukur Helgi á ekki kannski rosa sóknarlegan dag í dag, en þá einhvern veginn stígur einhvern annar upp og Já, og svo er þetta það voru rosa stóra breytingar bara á öllu hjá okkur og það tekur bara tíma og á þessum tímapunkti eins og ég hef sagt, og viltu vera að testa þau sem hópur, skilju, og viltu svona, hvernig Sigurður stóð skakkaföllum, hvað þurfum við að laga og það er komið kappar í öllum leikjum sem við getum lært af og bara hvernig þessi leikur byrjaði, bara, þú veist, við getum tekið út úr þessum leik og allt það, en jú, bara áfram gakk, það er bara 1 dagur í einu og skilur, svo bara, þú veist, þú náttúrulega verið að fjalla þess að deild lengi, Davíð, og veist, það er eiginlega eina sem þú veist, eina vissan er óvissan, skilur, það er kemur einhver ný leikmaður í deildina, þú veist, eins og í dag, þá mætir þú bara, það vantar hálfliðið á K.R. Þannig að þetta er bara að taka bara hverjum degi eins og nýju upphafi og þegar þú leggst á kottan að vera sáttur með sjálfa þig. Það kannski gengur ekki alltaf og það er svona kannski stóra myndir. Kæra þakki Kjartan og gangi ykkur vel með framhaldið. Takk Davíð.